menn sem eru samankomin í sal á bæjarskrifstofu Fjarðabyggðar. Ég býð ykkur velkomin á 300. og 15. fund bæjarstjórnar Fjarðabyggðar og segi hann hér með settan. Ég býð Sigríði Margréti Guðjónsdóttur sem situr sinn fyrsta bæjarstjórnarfund á þessu kjörtímabili og Kristinn Þór Jónasson sem situr sinn fyrsta bæjarstjórnarfund Fjarðabyggðar sérstaklega velkomin. Fundurinn er tekinn upp og strengt í beinni útsendingu á heimasíðu Fjarðabyggðar. Ég leita hér í upphafi fundar eftir afbyrjun frá boðaðri dagskrá til að taka inn fundargerð eignaskipulags- og umhverfisnefndar nr. 291 frá því 21. júní síðastliðnum. Jafnframt eru liðir 1 og 3 í þeirri fundargerð sem snúa að samþykktum á breytingum á deiliskipulagi tekna til afgreiðslu sérstaklega og bætist við dagskrá fundar. Þá afgreiðir bæjarstjórn lóðarumsóknir í fundargerð með staðfestingu hennar. Á dagskrá fundarins í dag eru það eftirfarandi. Það er fundargerðir bæjarráðs nr. 713, 714 og 715. Það fundargerðir það er verið að tekna saman til afgreiðslu ef enginn veitir því andmælum. Og það fundargerðir eignaskipulags- og umhverfisnefndar nr. 290 og 291 sem þær eru verið bornar upp saman til samþykktar ef enginn veitir því andmælum. Það er útsendingin þannig að það spurning hvort við erum að keyra áfram eða það sést ekki andlitið sko. Ég ætla aðeins að gera hlé á útsendingu eða á fundi. Þá biðst ég afsökunar á þessari töf vegna tæknilegra örðugleika. En ég byrja hérna aftur að fara yfir dagskrá fundarins í dag. Það eru fundargerðir bæjarráðs nr. 713, 714 og 715. Og þær eru bornar upp saman til samþykktar ef enginn veitir því andmælum. Fundargerðir eignaskipulags- og umhverfisnefndar nr. 290 og 291. Þær eru bornar upp saman til samþykktar ef enginn veitir því andmælum.
fundagerð Hafnarstjórnar nr. 264, fundagerð Fræðslunefndar nr. 99, fundagerð Menningar- og nýsköpunarnefndar nr. 39, fundagerðir Íþrótta- og tómstundanefndar nr. 89 og 90. Þær verið bornar upp saman til samþykktar ef enginn veitir því andmælum. Fundagerð félagsmálanefndar nr. 145 og fundagerð barnaverndarnefndar nr. 131. Þá verða 10 mál undir lið almenn mál sem eru kosning forseta bæjarstjórnar kjörtímabili 2018-2022. Það kosning fyrst og annars varaforseta bæjarstjórnar kjörtímabili 2018-2022. Kosning bæjarráðs kjörtímabili 2018-2022. Nefndaskipan Fjarðabyggðar 2018 til 2022 og svo bætist þá við liðir þá það 740 smábátahöfn umsókn lóð, liður 18 Marbakki 7 beiðni stækkun lóðar, liður 18 upplýsingaöryggistefna, liður 20 persónuverndarstefna, liður 21 útivistarstefna upplýsingatæknimála og liður 22 sumarliðir bæjarstjórnar. Þá og einnig mun ég leggja fram tillögu fundadaga bæjarstjórnar fram að áramótum. En þá göngum við til dagskrár og fyrst á dagskrá eru fundagerðir bæjarráðs nr. 713, 714 og 715 sem eins og áður sagði verið bornar upp saman til samþykktar ef enginn veitir því andmælum. Að undanskilnu lið 24 í fundagerð 714 þar sem Kristinn Þór Jónasson hefur vakið athygli mín á vanhæfi sínu í málendi þeim lið vegna setu sinnar í stjórn félagsins snýr að þessu máli. Þessi liður verið borin upp sérstaklega til umræðu og afgreiðslu og Kristinn Þór mun þá víkja að funda á meðan. En orðið laust undir fundagerðir bæjarráðs. Sigurður Ólafsson, formaður bæjarráðs, hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Já, forseti og ágætu bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Aðeins örfá orð þessar fundagerðir bæjarráðs. Vinnan þar hefur náttúrulega markast mikið að vinna við fjárhagsáætlun næsta árs. Hún komin á fullt og það verið að spá og spekulera. Nefndir eru búnar að skila okkur inn sínum hugmyndum rekstur næsta árs og það svona verið að skoða hvernig þetta getur mögulega gengið saman hjá okkur. Það lítið að segja þessa vinnu svo sem á einhverju detail-leveli. Það náttúrulega ríkir ákveðin trúnaður fjárhagsáætlana vinnu vegna reglna kauphallar. Þannig að það ekkert að tjá sig neitt í neinum smáatriðum. En allavega við erum komin ágætlega af stað og svo náttúrulega skýrist heildarmyndin í haust þegar við skoðum fjárfestingaplön og fjárfestingaþörf og markmiðið eru að láta þetta saman ganga hallalaust upp. Það þó hægt að segja frá því að það búið að ákveða samhliða þessari vinnu að setja smá fjármagn í það að ná framförum í innkaupamálum hjá sveitarfélaginu. Það hefur verið sett inn hálft stöðugildi inn á fjármálasvið og gerða ákveðnar breytingar þar til þess að sé hægt að fara svolítið ofan í saumana á þeim málum og skerpa á reglum og ferlum og aðferðum við innkaup sveitarfélagsins. Og náttúrulega ljóst mál að tiltölulega litlar framfarir í þeim efnum geta skilað mjög stórum sparnaði. Þannig að það talið að það muni margborga sig. Eins búið að ákveða að fara í tímabundið verkefni þar sem að það ráðinn inn vinnustaðasálfræðingur sem að ætlar að fara ofan í saumana á velferð starfsfólks og huga að því sem að snýr að fjarvistarmálum sérstaklega. Það sé að skerpa á ferlum og aðferðum sem eru notaðar til þess að huga að heilsu fólks og því sem snýr að starfsanda og fleiru.
Markmiðið þar verður að mögulega ná auknum árangri í því að draga úr fjarvistum starfsfólks og auka velferð starfsmanna. Og þetta eitthvað sem við teljum að muni mjög líklega margborga sig einnig. Þannig að ég ætla að koma því að. Aðeins úr fundargerð 713, samstarf við leigufélagið Bríeti leiguhúsnæði. Þarna verið að vinna eftir þeirri stefnu okkar sem hefur nú verið í frá nokkuð tíma að grynnka á eignasafni Fjarðabyggðar og fækka þeim eignum sem við eigum og rekum og þurfum að halda við. Og og það þarna sem sagt pælingin þá sem sagt að selja eignir inn í leigufélagið Bríeti sem tekur það við rekstri þeirra og eignarhaldi. Við fáum á móti hlutafé í þessu félagi og kosturinn við þetta það að þessar eignir haldast áfram á leigumarkaði og þetta félag sem við treystum vel til þess að hjálpa okkur að halda virkum leigumarkaði í Fjarðabyggð. Úr fundargerð 714 almenningssamgöngur í Fjarðabyggð. Það sem sagt að koma mynd á það hvernig við ætlum að ganga í að bæta almenningssamgöngur og þetta eitthvað sem við höfum talað og unnið í nokkuð lengi. Þannig að þetta svona frekar langþráð að fara að fá einhverja mynd á þetta og það held ég mjög og það mikið fagnaðarefni að sjá einhverja mynd komast á þetta. Og í þessu felast náttúrulega ýmis tækifæri til samstarfs og mögulega hagræðingar og samvinnu í vinnu íþróttafélaga og á fleiri vígstöðum. Þannig að þetta er mjög held ég jákvætt að fara að fá mynd á þetta. Úr sömu fundargerð varðandi viðtalstíma bæjarstjóra. Þá var ágætis mæting í viðtalstíma bæjarstjóra. Það auðvitað hefur verið pínu skortur á svona samtali síðustu misserin af skiljanlegum ástæðum. Vegna COVID þá hefur ekki verið auðvelt að koma því við að hitta fólk mikið. En það sem sagt var ágætis mæting, enda pínu misjöfn eftir byggðakjörnum eins og gengur. Það er stefnt á að bæjarráð bjóði upp á viðtalstíma núna á haustmánuðum og við sem sagt gerum meira af þessu. En það er samt rétt að minna á ábendingakerfið okkar. Það er ákveðinn farvegur inn í bæjarkerfið í gegnum það. Og íbúar geta alltaf komið athugasemdir þar á framfæri og þær fara allar í skoðun og í ákveðið ferli sem að þýðir það að þær eiga ekki að tínast heldur fá umfjöllun og afgreiðslu. Það er eins með þessi mál sem að koma inn í viðtalstíma bæjarstjóra, þau fara allir í ákveðið ferli og fólk á að fá svo feedback á það sem er gert í kjölfarið. Aðeins úr fundargerð 715 það kom inn loka skýrsla frá Eflu vegna myglutjóns í Breiðabliki íbúðum eldri borgara og þessar myglu martraðir halda áfram að hrella okkur og náttúrulega þetta eru mjög dýr og flókin mál oft. En auðvitað aldrei neitt annað að gera en að ganga í að laga það sem þarf að laga. Það er ekki hægt að bjóða fólki það að hvorki starfa né búa í húsnæði þar sem að mygla yfir mörkum. Og framkvæmdir eru komnar þarna á fullt nú þegar. Byrjaði að rífa út úr íbúðum sem að koma illa út í myglumælingum. Og svo bara er verið að plana það hvernig verður farið í að laga það sem að þarf að laga í húsinu til að komast endanlega fyrir þessi vandamál. En þetta eru mál sem að skjóta því miður annars lagið kollinum hjá okkur og
og eru svona misjafnlega fyrirsjáanleg en alltaf dýr og erfið og leiðileg og fólk er mjög misjafnlega viðkvæmt fyrir þessum skaðaldi. Sumir finna ekki fyrir neinu og aðrir verða bara hundveikir af þessu og það er ekkert að bjóða fólki upp á slíkt. Fleira var það ekki í bili. Fyrir þetta, Pálína Margeirsdóttir, beðið orð fyrir sval. Já, forseti og góða fundamenn. Mér langaði aðeins að koma inn á fundagerð bæjarráðs nr. 714. Það er 212 sem er almenningssamgöngur í Fjarðabyggð. Forseti bæjarstjórnar sagði að þetta var langþráð. Ég held að það sé ekki bara nógu sterkt lýsingarorð yfir það, sko. Man nú þegar ég var að byrja fyrir 7 árum síðan og fyrsti fundur sem ég satt með ungu fólki og hann snerist allur almenningssamgöngur og síðan held ég að, sko, eftir því sem árin hafa liðið þá er ákallið orðið ekki bara frá unga fólkinu okkar, heldur bara líka frá foreldrum, ungu krakkana til dæmis, sem eru bara vilja miklu meira að vera að fara á milli og íþróttaæfingar og annað og þetta kemur til með að létta bara ótrúlega mikið lífið hjá fullt af fólki. Þannig að já, ég held að þetta verði frábært og bara vona að okkur takist að koma þess á stað. Og við höfum verið í samtali við íþróttafélögin og þau hafa verið, ég geta heyrt annað á þeim, að þau eru alveg tilbúin í það samtal sem þarf að eiga sér stað til þess að þetta virki eins og það þarf að gera. Þá þurfa náttúrulega íþróttafélögin okkar að setjast niður og finna alls konar lausnir í varðandi stundatöflur og annað til þess að þetta geti nýst krökkunum okkar sem best og mér heyrist allir vera tilbúin að leggja sig fram í þeirri vinnu til þess að þetta gangi. Takk. Þetta Pálína, orðið er laust fundagerð bæjarráðs. Það er enginn beðið orðið og þá ber ég upp fundagerð bæjarráðs nr. 713, 714 og 715 fyrir utan lið 24 í fundagerð 714 upp til samþykktar. Þeir sem það samþykkja að gefa mörki. Það er samþykkt með 9 greiddum atkvæðum. Þá er það liðið 24 í fundagerð 714 og Kristinn Þór Jónasson lýkur fundi á meðan. Liður 14 í fundagerð bæjarráðs 714 þarf að tekið fyrir bréf sem kom frá vinum Valhalla og var sendt til bæjarráðs. Í framlögu erindi frá vinum Valhallar var óskað eftir frekari stuðningi við núverandi hlutverk félagsheimilisins Valhallar á Eskifirði. Bæjarráð vísar erindinu til bæjarstjóra til skoðunar og það verður svo tekið upp á nýju í bæjarráði. En orðið er laust þennan lið. Það hefur enginn beðið orðið og þá ber ég lið 24 í fundagerð 714 eftir samþykktar. Þeir sem hann setja, það er samþykkt með 8 greiddum atkvæðum og þá má Kristinn Þór Jónasson koma aftur inn á fundi. Þá er fullt mönnuð og næst á dagskrá er fundagerðir eignarskipulags- og umhverfisnefndar nr. 290 og 291 að undanskildum lið 10 í fundagerð 290 þar sem Dýrunn Pála Skaftadóttir bæjarfulltrúi hefur vakið athygli á vanhæfi sínu í því mál undir í þeim máli. En þessi liður verður borin þá upp sérstaklega til afgreiðslu eftir og Dýrunn Pála þá mun víkja funda meðan. En orðið er þá laust fundagerðir eignarskipulags- og umhverfisnefndar fyrir utan lið 10 fundagerð 290. Ég ætla aðeins að gefa það með til hljóðs en eins og á undanförnum fundum þá er mikið afgreiðslu erum við með lóðarúthlutanir og byggingarleyfi sem er ánægilegt og nú vonum við bara að það er alltaf að fara drífandi gangi það hjá okkur. Við vorum að koma inn á lið 10 í fundagerð 291 og þar voru lagðar fram tillögur Batterísis arkitekta að viðbyggingu við leikskólan Dalborg á Eskifirði
og nefndinni leist mjög vel á framlega tillögur sem hafa verið unnar í samráði við stjórnendur í leikskólanum Dalborg og nefndin fólksviðstjóra framkvæmda segist að ljúka endanlegri hönnun og hefja undirbúning að útboðs og það verður mjög ánægjulegt að það mál fyrir gang og það allt svona gengur samkvæmt áætlun. En orðið laust þessa fundargerðir. Það hefur enginn beðið orðið og þá ber ég fundargerðir 290 og 291, það undanskilin lið 10 upp til samþykktar þessi það samþykkt. Með 9 greiddum atkvæðum. En þá það lið 10 í fundargerð eignarskipulags- og umhverfisnefndar númer 290 og Dýrum Pála Skaptadóttir Víkur að funda með hann. Og það lið 10 fundargerð eignarskipulags- og umhverfisnefndar 290 og þar var tekið fyrir byggingarleyfisumsókn Loðnuvinnslunnar HF. Eignarskipulags- og umhverfisnefnd samþykkti að grenndarkynna umsóknina og grenndarkynningin nær til Búðavegar 18 og 24 og Skólavegar 49, 51, 53, 55 og 57. Og það var sem sagt afgreiðsla nefndin og verða tekið svo erindi fyrir aftur að þeim tíma liðnum. Orðið laust þennan lið. Það hefur enginn beðið orðið og ég ber þá lið 10 í fundargerð eignarskipulags- og umhverfisnefndar númer 290 eftir samþykktar. Þessi hann samþykkja. Samþykkt með 8 greiddum atkvæðum og þá má Dýrum Pála Skaptadóttir koma aftur inn á fundin. Þá erum við komin í lið 6, fundargerð hafnarstjórnar númer 264. Orðið laust þessa fundargerð. Enginn hefur beðið orðið, þá ber ég upp fundargerð hafnarstjórnar upp til samþykktar. Þeir sem hana samþykkja þessar skeiðmerki, samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Liður 7, fundargerð fræðslunefndar númer 99. Orðið laust þessa fundargerð. Það enginn beðið orðið og þá ber ég upp fundargerð fræðslunefndar númer 99 upp til samþykktar og þeir sem hana samþykkja skeiðmerkjum samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá erum við komin lið 8, það fundargerð menningar- og nýsköpunarnefndar númer 39. Orðið laust þessa fundargerð. Það hefur enginn beðið orðið og þá ber ég fundargerð menningar- og nýsköpunarnefndar númer 39 eftir samþykktar. Þeir sem hana samþykkja skeiðmerkjum samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá erum við komin í lið 9 og 10, fundargerðir eignarskipulags- og umhverfisnefndar númer 8, 10 og 9 og 90 sem eru borðnar hér upp saman til samþykktar. Og enginn veit þetta í andmælum. Orðið laust þessa fundargerðir. Fyrst afsökunar að fundargerðir íþrótta- og tómstundanefndar númer 8, 10 og 9 og 90. Pálína Margrétsdóttir hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Já, forseti góða fundamenn. Mér langaði bara aðeins að koma inn á þessa fundargerðir. Þarna vorum við, sem sagt, við byrjuðum galvösk í mars í íþrótta- og tómstundanefndinni að hitta fyrir formenn allra félagin í Fjarðabyggð og ætlaðum náttúrulega að vera rosa rösk að þessu. Þetta var hérna í einhverju COVID-hléinu sem við heldum alltaf væri að verða búið. En við lukum þessum áfanga að tala við þessa 6 formenn og ekki fyrir núna í júní. Þannig að þetta tók nú mun lengri tíma heldur við ætluðum. En mér langaði kannski bara að koma hérna upp og segja frá því. Það var bara frábært að formenninni gefi sér tíma til að koma hitt okkur og það var mjög fróðlegt fyrir okkur þetta samtal við formennina. Það mikill kraftur í flestum félögum, fólk að gera góða hluti og bara, já, og ótrúlegu gangur í mörgu og og flest bara mjög jákvætt og skemmtilegt. Þetta það sem kannski helst vantar, það aðstaða á ýmsum stöðum og sem að kannski svona við þyrftum að standa okkur betur í gagnvart íþróttafélögunum. Þó við séum að vissulega líka að gera mjög góða hluti, þá kannski vantar okkur svona einhverja heildarstefnu, hvað ætlum við að gera næst og svona, ekki bara að vera með 1-2 atriði á blaði. En og það var svona heilt yfir fannst mér það sem var sko svona
ekki kvartað yfir, en svona ábendingar til okkar hvað við getum gert betur. En þetta var mjög fróðlegt eins og ég segi og bara frábær gangur og allir, af því ég ætla bara að segja það aftur, það voru allir mjög spenntir fyrir sko bara því að við varum mögulega að fara á almenningssamgöngur og flestir sjá bara mikla möguleika fólkna í því. Takk. Fyrir þetta orðið laust fundargerðir íþrótta- og tómstundanefndar. Það engin beðið orðið og þá ber ég upp fundargerð íþrótta- og tómstundanefndar nr. 89 og 90 upp til samþykktar. Þeir sem það samþykkja af þessar skeiðmerki, það samþykkt með öllum 9 greiddum atkvæðum. Þá erum við komin í lið 11, það fundargerð félagsmálanefndar nr. 145, orðið laust það fundargerð. Það engin beðið orðið og ég ber þá upp fundargerð félagsmálanefndar nr. 145 upp til samþykktar þeir sem hana samþykkja. Ég merki, hún samþykkt með öllum 9 greiddum atkvæðum. Það liður 12, fundargerð barnaverndarnefndar nr. 131, orðið laust þessa fundargerð. Það engin beðið orðið og þá ber ég upp fundargerð barnaverndarnefndar nr. 131 upp til samþykktar þeir sem hana samþykkja og samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá erum við komin í liðin almenn mál og liður 13, það kosning forseta bæjarstjórnar, kjörtímabili 2018-2022. Ég mun mæla fyrir þessum lið, en kosning forseta bæjarstjórnar sem kosning forseta bæjarstjórnar til 1 árs. Sú sem hér talar, Eydís Ástbjörnsdóttir, tilnefnd sem forseti bæjarstjórnar Fjarðabyggðar, eru önnur framboð. Ef svo ekki, þá ber ég þetta upp til samþykktar. Þeir sem það samþykkja með þessi skeiðmerki, það sem samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Það liður 14, kosning 1. og 2. varaforseta bæjarstjórnar, kjörtímabili 2018-2022 og ég mun mæla fyrir þessum lið, kosning 1. og 2. varaforseta til 1 árs. Tilnefnir eru til 1. varaforseta að hann verði Einar Már Sigurðarson og 2. varaforseti Sigurður Ólafsson. Fleiri framboð. Ef svo ekki, þá ber ég þetta upp til samþykktar þeir sem það samþykkja skeiðmerki og samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Liður 15, kosning bæjarráðs, kjörtímabili 2018-2022. Ég mun mæla fyrir þessu lið, kosning bæjarráðs til 1 árs. Tilnefnd að aðalmenn bæjarráðs verði Sigurður Ólafsson formaður, Pálína Margeirsdóttir varaformaður og Ragnar Sigurðsson. Rúnar Gunnarsson verði áheyrnarfulltrúi í bæjarráði með málfrelsi og tillögurétt. Fleiri framboð. Ef svo ekki, þá ber ég þetta upp til samþykktar. Þeir sem það samþykkja skeiðmerki, samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Það liður 15, nefndarskipan í Fjarðabyggð 2018-2022. Ég mun mæla fyrir þessu lið, kosning á aðalfund SSA samkvæmt samþykktum sveitafélagsins. Kosning samkvæmt 62. grein samþykktar Fjarðabyggðar. Skipan til 1 árs. 3. liður, fulltrúar á aðalfund SSA. Samkvæmt samþykkt aðalfundar sambandssveitafélaga á Austurlandi þann 23. júní 2020 þá eru kjörnir aðalmenn í bæjarstjórn. Fulltrúar sveitafélagsins á aðalfundi þess og kjörnir varamenn bæjarstjórnar varamenn. Varafulltrúar. Þannig að orðið laust þennan lið. Engin beðið orðið og þá ber ég lið 15 upp til samþykktar. Þess að það samþykkja. Samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá erum við komin í lið 17. 740 smábátahöfn umsókn lóð. Það lögð fram lóðarumsókn Hafnarsjóðs Fjarðabyggðar dagsett 17. júní 2021 þar sem sótt lóð undir aðstöðuhús við smábátahöfnina á Norðfirði. Eignaskipulags- og umhverfisnefnd hefur samþykkt fyrir sitt leiti á úthluta lóðinni og því var vísað til bæjarráðs til endanlegrar afgreiðslu. Jafnframt var samþykkt að fara með breytingar á deiliskipulagi samþykkt við 3. málsgrein 43. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 þar sem breytingin hefur ekki áhrif á aðra en umsækjanda. En eins og við ræddum henni upp að þá hefur bæjarstjórn þá fullnar afgreiðslu á þessum lið. Orðið laust þennan lið. Það hefur enginn beðið orðið og þá ber ég lið 17 upp til samþykktar. Þess að það samþykkja.
Það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá er það liður 18, Marbakki 7, 735 Eskifirði, beiðni stækkun lóðar, biður bæjarfulltrúa að slökkva á símum. Byrja hérna aftur, 18. liður, Marbakki 7, 735 Eskifirði, beiðni stækkun lóðar. Það var lögð fram umsókn Eskju HF dagsett 10. júní 2021. Þar sem óskað er eftir stækkun lóðar fyrirtækisins á Marbakka 7 og Eskifirði vegna fyrirhugaðra stækkunar löndunarhús. Samþykki bæjarstjórn liggur fyrir, samþykki hafnarstjórnar liggur fyrir vegna stækkun lóðarinnar og eignaskipulags- og umhverfisnefnd hefur samþykkt stækkun lóðarinnar fyrir sitt leyti og endanlegri afgreiðslu var vísað til bæjarráðs. Jafnframt var samþykkt að fara með breytingar á deiliskipulagi í samræmi við 3. málsgrein 43. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 þar sem breyting hefur ekki áhrif á aðra en umsækjanda og höfnina. Og þetta er liður einnig sem við höfum þá fullna afgreiðslu með hérna í bæjarstjórn í dag. Þeir sem orðið laust þennan lið, enginn biður orðið, þá ber ég þetta til samþykkt, þeir sem samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá erum við komin í lið 19, upplýsingaöryggistefna og ég mun mæla fyrir uppfærði upplýsingaöryggistefnu í fyrri umræðu í bæjarstjórn. Framlögð er yfirfærin og uppfærð upplýsingaöryggistefna. Upplýsingaöryggistefna var staðfest 16. júlí 2018 en síðan þá hafa orðið smávægilegar breytingar, svo sem staðlar og lagabreytingar. Þá voru einnig gerðar smávægilegar breytingar á orðalagi. Orðið er laust þennan lið. Enginn hefur beðið orðið og þá ber ég upp til samþykktar að vísa upplýsingaöryggistefnu Fjarðabyggðar til síðari umræðu í bæjarráði. Þeir sem það samþykkja að gefa merki. Það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá erum við komin lið 20, persónuverndarstefna og ég mun mæla fyrir þeim lið en sem er framlögð til mæla fyrir persónuverndarstefnu Fjarðabyggðar sem er framlögð til fyrri umræðu og yfirfarin. Persónuverndarstefnan var staðfest 16. júlí 2018 en síðan þá hafa orðið smávægilegar breytingar svo sem vegna lagabreytinga. En orðið er laust þennan lið. Það er enginn beðið orðið og þá ber ég upp til samþykktar að vísa persónuverndarstefnu Fjarðabyggðar til síðari umræðu í bæjarráði. Þeir sem það samþykkja, samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Það liður 21, útvistunarstefna upplýsingatæknimála og ég mun mæla fyrir útvistunarstefnu upplýsingatæknimála, framlögð til fyrri umræðu uppfærð stefna. Útvistunarstefna var samþykkt 16. júlí 2018 en síðan þá hafa orðið smávægilegar breytingar svo sem vegna tilkomin nýrra staðla. En orðið er laust stefnu, enginn hefur beðið orðið og þá ber ég upp til samþykktar að vísa útvistunarstefnu upplýsingatæknimála Fjarðabyggðar til síðari umræðu í bæjarráði. Þeir sem það samþykkja ekki að merki, samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá erum við komin í lið 22, sumarleyfi bæjarstjórnar. Ég mun mæla fyrir þessu lið og legg fram eftirfarandi tillögu að sumarleyfi bæjarstjórnar. Að bæjarstjórn taki sumarfrí í júlí og hluta ágústmánaðar samanber 7. grein samþykkta Fjarðabyggðar og komi saman að nýju eftir sumarfrí. 5. 19. ágúst 2021 að öllu óbreyttu. Einnig er lagt til að bæjarráð verði falið ákvörðunarvald og fullnaðarafgreiðslu mála bæjarstjórnar á meðan á sumarfríi stendur samanber 47. grein samþykkta Fjarðabyggðar. En orðið er laust tillögu að sumarleyfi bæjarstjórnar Fjarðabyggðar. Það hefur enginn beðið orðið, þá ber ég þessa tillögu upp til atkvæðagreiðslu sem það samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Nú ætla ég að bera upp tillögu fundadaga bæjarstjórna fram á áramótum og sem yrðu þá eftirfarandi fundadagar 19. ágúst, 2. september, 16. september,
7. október, 21. október, 4. nóvember og þá verður fyrir umræða fjárhagsáætlun samkvæmt lögum sem þarf að fara fram í byrjun nóvember. 18. nóvember, 2. desember og 16. desember. En orðið er laust þessa tillögu. Það er enginn beðið orðið og þá verði tillöguna upp til samþykktar. Samþykkt með samhljóða. En þá dagskrá fundarins tæmd og næst verður þá boðað til bæjarstjórnarfundar þann 19. ágúst með dagskrá. Ég þakka fyrir fundarsetuna og óska ykkur góðs sumars og segi hér með fundi slitið.